Heyra allir í mér hérna. Ég nú ekki vön að trufla fólk svona yfir morgunverðinum en ég vonaði afsakið mig að þessu sinni. Verið hjartanlega velkomin á þennan fund Íslandsbanka og Samtaka atvinnulífsins sem ber yfirskriftina Erum við forystuþjóð. Ég heiti Ragnhildur Steinunn og ég ásamt Eddu Hermannsdóttir ritstjóri og útgefandi bókarinnar Forystuþjóð, þar sem við ræðum við mjög svona ólíkan hóp jafnréttismál. Og viðfangsefni bókarinnar verða hér til umfjöllunar í dag. Þetta verður raunin tvískipt. Edda Hermanns ætlar að stýra umræðum hér á eftir og í þeim verða Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka, Róbert Westman, forstjóri Alvogen og svo það hún Brynja Baldursdóttir, framkvæmdastjóri Creditinfo. Hún ætlar að hoppa inn fyrir Katrínu Olgu sem liggur heima með flensu. Eyjólfur Árni Rafnsson, formaður Samtaka atvinnulífsins, einnig fyrir svörum og Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, ferðamála, iðnaðar og nýsköpunarráðherra. En ég ætla að byrja á því að fara svona yfir það helsta sem að framkom í viðtölum við þennan ólíka hóp fólks sem við ræddum við í bókinni. Og það svona aðalega til þess að gefa kannski gleggri mynd af því hvernig fólk metur stöðun í dag og hvað hefur áunnist og í rauninni bara hverjar eru svona næstu áskoranir. Við Íslendingar getum vissilega státað okkur því að standa framarlega þegar kemur að jafnréttismálum. 8. ári í röð þá mælumst við efst á listum þegar litið til jafnréttismála. Það var aldrei fleiri konur setið á þingi og núna stýra 2 konur, 2 af stærstu bönkum landsins. Þannig að hefur ýmislegt áunnist. En þrátt fyrir það þá staðan svona eins og Þórður Snær Júlíusson, ritstjóri Kjarnans, bendir á. Æðstu stjórnendur Seðlabankans eru karlar, forsætisráðherra karl, fjármálaráðherra karl, forstjóri Kauphallarinnar karl, allir forstjórar skráðra fyrirtækja eru karlar og allir sem að stýra stærstu lífeyrissjóðum landsins eru karlar. Þetta raunveruleikinn, menn það dylst engum að hér á Íslandi búa konur við mikið lagalegt jafnrétti, en það sem að fólk hefur kannski verið að benda á eru þessar valdastöður og áhrifin í rauninni atvinnulífinu og Sigríður Dúna, prófessor í mannfræði, hún líkir þessu svolítið skemmtilega við svona kraft náttúrunnar og segir að það skelfi á flekamótum. En Kjarninn hefur síðustu 4 ára með minnir gert úttekt á stöðu kvenna þegar kemur að æðstu stjórnendum viðskiptabanka, lífeyrissjóða, sparisjóða og svo framvegis og það voru sláandi niðurstöður í ár. 91% þeirra sem fara með fé á Íslandi eru karlar. Við vorum önnur þjóðin í heiminum til þess að innleiða lög kynjakvóta og nú komin svolítið reynsla á það. Það náttúrulega skipta skoðanir eins og margt en Laufey Rún Ketilsdóttir, formaður SUS og aðstoðarmaður dómsmálaráðherra, hún segir að kynjakvóta stangist alvarlega á við jafnréttishugsjónina. Björgólfur í Icelandair tekur í sama streng og segir að við eigum að sýna þolinmæði og bíða, þetta muni leiðrétta sig. Í raun hafi verið þannig fyrir 20-30 árum að karlar voru í lögfræðinni og í viðskiptafræðinni í háskólum landsins en nú séu það konur, þannig að þetta eigi eftir að snúast við. En það eins og mjög margir sem eru hlynntir þessum kynjakvóta og líka margir sem að tala það að afstaðan til kynjakvótans hafi svolítið breyst eftir því sem að fólk rekur sig á þetta svokallaða glerþak og kannski ein af þeim hérna Birna, bankastjóri, sem að ræðir það í bókinni. Bragi Valdimar segir sumir karlar hafa áhyggjur af því að konur taki allt of mikið pláss en ég hef ekki sérstakar áhyggjur af því að réttindi kvenna ryðjist yfir forréttindi mín, þó fyrr hefði verið. Margir gerðu líka ráð fyrir því að lög kynjakvóta myndi í rauninni hafa áhrif á hlutfall kvenna í framkvæmdastjórnum. Það myndi koma svona sjálfkrafa en það hefur ekki verið að gerast. Samkvæmt nýlegri úttekt Creditinfo að þá hlutfall kvenna sem að gegna framkvæmdastjórastöðum í stórum fyrirtækjum 9%. Þannig að hvað veldur? Það eru skiptar skoðanir á því. Árni Hauksson segir ef í framkvæmdastjórn sitja eingöngu karlar þá eru öllum líkindum ekki búið að vinna heimavinnuna til fulls. Það bara getur ekki verið að það séu alltaf karlar sem eru bestir í öllu. Þannig að núna byrja stjórnendur fyrirtækja að taka þetta til sín, íhuga þetta. Sumir vilja ganga enn lengra og setja kvóta á framkvæmdastjórnir líka. Rannveig Rist, forstjóri Rio Tinto Alcan á Íslandi, segir að við getum ekki beðið endalaust, það þurfa að grípa inn í.
Og hinn 17 ára gamla Una Torfadóttir segir það sem mikilvægt að karlar áttu sig á því að það sé ekki alltaf öll sætin í boði fyrir þá og hún heldur að séu miklu fleiri vanhæfir karlar sem komast áfram án þess að hafa næga hæfileika heldur en vanhæfar konur sem að græða á kynjakvótunum. Ég get allavega sagt ykkur, ég var ekki að hugsa þessi mál þegar ég var 16 ára, þannig að framtíðin björt, það hægt að segja svo. En Sigríður Margrét Oddsdóttir, forstjóri Já, hún segir að þrátt fyrir þessa miklu reynslu sem að hún hafi þá sé staðan svo í dag að hún vinni eftir samskiptaáætlun fyrirtækis sem miðar að því að hún verði minna í forsvari fyrir fyrirtækið í fjölmiðlum og þetta sé engin tilviljun heldur viðskiptaleg ákvörðun og við þetta vorum nú sammála það, þetta var pínu sláandi að heyra þetta frá konu sem að með mikla reynslu og góðan rekstur en hún segir einfaldlega að þessi svona rótgróna staðalímynd kvenna gera það að verkum að konur eiga erfiðari með að verja bara erfiðar ákvarðanir fyrirtækis í fjölmiðlum að þær fái annað viðmót og þess vegna tekur fyrirtæki þessa ákvörðun. Og þá komum við að þessu svona ólíka viðmóti og kröfum til kynjana og Kristín Friðgeirsdóttir sem kennari við London Business School, hún tala líka þetta að karlar til dæmis komast upp með það að vera í sömu jakkafötunum mánuð eftir mánuð, ég held að þú hafi verið þessum síðasta ég hitti líka. En á meðan það gerð á kröfu til kvenna að þær svona klæðist á ákveðinn hátt og kannski, annarkvort þær ekki við hæfi eða þá að þær hafa ekki valið rétt í þetta skipti. Ég kannast aðeins við þetta líka. En svo það rödd kvenna og Kristín Friðgeirs tala líka það hvernig svona rödd kvenna hefur oft önnur áhrif heldur en rödd karla og við sjáum þetta kannski líka í pólitíkinni þar sem kallar með svona djúpu fylltu rödd það kannski hlustað meira á þá og þeir eiga auðveldara með að koma sínum skilaboðum áleiðis og Katrín Jakobsdóttir fyrrverandi menntamálaráðherra segir ég kom á alþjóðlega fundi og var spurð hvenær kemur ráðherrann og ég þurfti að svara ég ráðherrann. En fæðingarorlofið mörgum hugleikið og þið hafið örugglega átt einhverjar umræður þetta sjálf og margir tala að það sé svona ein helsta hindrun kvenna í framgangi í atvinnulífinu og Frosti Ólafsson nýráðinn forstjóri Orflíftækni, hann segir að fyrirkomulagið á fæðingarorlofinu sé helsta hindrun kvenna á vinnumarkaðinum í dag. Þær taki í flestum tilfellum meiri ábyrgð á barnauppeldinu, samfélagið hreinlega ætlist til þess. Og svo minnir hann okkur á það að það sé þannig í sumum fyrirtækjum að ef að karlar taki 3 mánuði að þá sé þeim alveg hampað á meðan við konurnar erum hreinlega slæmar mæður ef við ákveðum að taka bara 3. Og það var nú áhugavert að heyra í þér og eftir, þú kemur inn sem ráðherra með kornungt barn og hefur örugglega fengið að heyra einhverjar svona vangaveltur þetta. En Birna Ósk Einarsdóttir sem nú nýráðin framkvæmdastjóri markaðs- og viðskiptaþróunarsviði Landsvirkjunar, hún segir við stöndum jafnfætis í uppeldinu, það ekki meiri fórn en það. Og ég verð nú að segja þetta eiginlega ein svona uppáhalds setningi mín í þessari bók. Hún minnir okkur líka okkur konur á það að setja ekki okkar eigin hindranir. Ef það verið að auglýsa eftir bara krefjandi starfi, að setja ekki fyrir okkur fjölskylduna. Vegna þess að karlar, þeir eiga líka fjölskyldu og þeir setja það ekki fyrir sig. Og svo það feðrarétturinn sem hefur nú verið mikið í umræðunni í síðustu mánuði. Heimir Hilmarsson sem félagsráðgjafi hjá Barnavernd í Sandgerðisbæ, hann segir að í skilnaðarmálum það fyrst og fremst móðurrétturinn sem ræður. Það ekki þörf fyrir pappan nema mamman vilji það. Og þarna finnst mér við konur aðeins þurfa að hugsa okkur vegna þess að við höfum mikið hvatt kallana til þess að blása í lúðrana með okkur þegar kemur okkar málum og réttindum sem við berjumst fyrir. Og þarna þurfum við líka að láta í okkur heyra. Við ekki að láta þetta vera þeirra mál alveg eins og hín málin ekki bara okkar mál. Og Heimir bendir líka á það að hann hafi nú aldrei verið fylgjandi í kvótum en ef það þörf fyrir þá sé það nú líka á leikskólanum. Konur séu æðislegar en karlar séu það bara líka. Og það stormurinn. Kári Stefánsson. Það aldrei logn í kringum hann. Hann segir það mikilvægt að berjast ekki gegn náttúrunni, að þröngva fólki ekki í hlutverk sem það passar ekki inn í. Og þá hann bæði við karla og konur. Og hann segir að það sé rauninni mikill munur á því hvernig heili karla og kvenna starfi. Og það skýrir hvers vegna fleiri konur veljist kannski í ákveðin störf og karlar í önnur störf.
Hann segir að það sé auðveldara að finna hæfileika ríka konu til þess að vinna á leikskólum eða í einhverju sem svona telst önnun og það sé einfaldlega vegna svona líffræðilega þátta. Kannski gaman að segja frá því líka, hann skýrir það hvernig, sko, út af því að tölfræðideildin í DICOT nánast eingöngu skipuð körlum og ástæðan fyrir því að þeir eru allir með Asperger-heilkenni sem 10 sinnum algengara hjá körlum. En Kári minnist líka á það að við þurfum að breyta því hvernig við metum ýmis framlög kvenna í okkar samfélagi. Hann segir mér stundum eins og konum í dag finnst að þurfa að reka álverksmiðjur til að finnast þær sterkar og stórar. Þeim ætti að geta liðið eins ef að þær reka leikskóla. Atvinnugreinarnar eru vissulega mislangt á veg komnar, hverjar svo sem ástæðurnar eru fyrir því, það náttúrulega skiptar skoðanir. Þorsteinn Már Baldvinsson, forstjóri Samherja, segir það alveg augljóst að sjávarútvegurinn á skjön við flestar aðrar greinar hvað hlutfall kynjanna varðar. Þeir eru langt á eftir. Því sé að kenna að konur í raun sækja síður á sjó og hafa hingað til ekki sótt í sjávarútvegsfræði, það þó að breytast, en hann vill þess að meina að í þessari grein þurfum maður að vinna sig upp til þess að komast í efsta lagið. Svo auðvitað gaman að velta fyrir sér þessum svona uppeldisfræðilega þætti sem að hún Magga Pála, stofnandi Hjallastefnunnar, talar svo oft og það það að frá bernsku að þá höldum við strákunum lengra frá okkur, köstum þeim hátt upp í loftið og segjum þeim að þeir séu sterkir og stórir, á meðan stelpurnar eru litlu sætu prinsessurnar okkar og síðan undrustu við þegar þær fara út á atvinnumarkaðinn, sitja hliðina á stóra sterka stráknum og biðja lægri laun. Þannig að ég ætla að enda þetta á þessu. Jafnrétti kynjanna ekki kvennamál, þetta varðar okkur öll. Edda ætla núna að stýra umræðum. Það verður hægt að senda spurningar í gegnum Twitter með millumerkinu eða hashtaginu forystuþjóð, þannig ef þið viljið koma ykkur áleiðis þá getið sendt spurningar og svo ætla ég sjálfsögðu að selja forystuþjóð bókina frammi á eftir ef þið hafið áhuga á því. Gjörið þið svo vel, takk fyrir mig. Já, takk fyrir þetta. Við ætlum bara að fá ykkur upp í panelinn. Þórdís Kolbrún, Birna, Róbert, Eyjólfur og Brynja, takk fyrir að stökkva hlaup í skarðið Katrín Olgu. Það svolítið þröngt og huggulegt hjá okkur, en við ætlum að fara aðeins í gegnum bara þessi viðfangsefni sem að Ragnhildur Steinn talaði Ég ætla líka að benda ykkur á að við erum með 2 míkrafóna, það væri fínt ef þeir sæjust örsnögt, þarna eru þeir já. Og hinn meginn í salnum, ef þið eru með einhverja spurningar, endilega hóa í þær stelpurnar og verið duglega að spyrja óþægilegra spurninga. Og svo aftur, þið getið senda á Twitter í gegnum forystuþjóð. En ég ætla að byrja að fara aðeins línuna, við byrjum kannski á þér, nýr formaður SA, til hamingju með það. Og við bara kannski förum yfir bara hvað þér finnst vera kannski næsta verkefnið og helsta brýnasta verkefnið eftir að hafa farið þetta. Eftir þessi yfirferð hérna? Já. Það alltaf endalaust verkefni. Við náttúrulega vitum að því að það frumvarpleiðni sem að einlega til þess jafnlauna vottunarstaðalinn. Þannig að það verkefnið þar að snúa sér í því. Þannig að það heyrist ekki í mækinum. Svona? Núna. Ég held ég þurfi bara að tala hærra. Já. Það eina sem ég þarf að gera. Það oft sagt við mig, þannig að endilega skammið við það. Nei, við erum náttúrulega framundan núna, nú heyrist í þær. Ég heldur þetta ekki verið kveikt á hann en það frumvarpleiðni og það eru verkefni framundan fyrir okkur til að sinna alveg ljóst og fyrirtæki í landinu sem að falla undir þau lög þau þurfa að leggjast yfir það sem ekki hefa þegar farið í gegnum það. Ég heldur þetta jafnrétti bara endalaus vinna og ég var nú að segja áðan Brynju verandi við vorum að ræða kynjakvótann að á sínum tíma inn í Mannvit þar sem ég nú lengst að verið og forverið þess. Þetta náttúrulega ógulega kallega vinnustaður, við getum komið að því á eftir hvernig það lítur út horfandi í dag og aftur í tíman. En þegar lögin kynjakvóta í stjórnir komu þá
drifum við strax í því að við náttúrulega bara fylgdum því en engu að síður fengum við þá ráðgjöf á sínum tíma að það væri nú vafaatriði hvort að þau lög nægður yfir svona lokaða klúbba eins og það fyrirtæki raunverulega er. En ég verð að segja að það hefur virkað alveg óskaplega vel. Og reyndist það erfitt að fá konur í stjórn? Nei, það var auðvelt að finna mjög hæfar konur í þá stjórn innlandira, þannig að það var ekki vandamál. Við förum aðeins stuttlega yfir þetta, Brynja, hvað finnst þér kannski svona næsta verkefnið? Mér finnst að við ættum að svona, hvað segir maður, að við stöndum svolítið að tímamótum. Það er rosalega margt auðvitað áunnist og við erum forystuþjóð og sem er frábært, en ég held að við ættum svolítið að svona horfa á hvað segir maður, næstu skref og nýja leiðir og þar held ég að sé mikilvægast þetta með sko að, hvað segir maður, að kallarnir taki meiri ábyrgð og papparnir á heimilinu og börnunum því að sko ég þekki ekkert fjölskyldufólk sem að sko það sem þetta er ekki ströggl og ef að báðir aðilarnir eru út af vinnumarkanum að það er annarkvort þannig að þetta er bara helviti ströggl eða annar aðilinn fórnar sér fyrir heimilið og þannig að ég held að sko, við ættum að horfa til dæmis á bara nýjar og meira sveigjanlegri leiðir til dæmis í umönnun barna, bjóða upp á meiri sveigjanleika, fara til dæmis að bjóða og borga til dæmis þeim sem eru að vinna á þessu vinnustöðum, þeir leikskólakennurum og kennurum, ekki bara sko, lágmarkslaun heldur bara flott laun fyrir að bara taka þetta bara upp á næsta level, þannig að þetta svona jafnist betur út. Já, Róbert? Já, ég er alveg sammála mörgu sem hefur komið fram. Ég held að þetta byrji og endi í raun og veru í svona grassrótinni. Þetta byrjar eins og að tala áðan bara á leikskólunum. Og ég held að við séum búin að ná ákveðnum áfanga og árangri en það er hægt að gera betur en ég held að þetta þurfa að byrja á byrjunni. Bæði í skólunum og leikskólunum og svo enda það auðvitað í háskólanum og svo í vinnunni. Já. Þannig að ég held að sé margt sem hægt að gera betur en margt líka áunnist síðustu árin. Já, við munum fara betur út í það. Þórdís, kannski svona næstu verkefni? Já, ég veit ekki almennilega hvar maður á að byrja og svona kannski í hvaða röð. Ég held að, þú veist, ef spurt er hvort Ísland sé eins og forystuþjóð þá svarið við því augljóslega já, menn það er ekki ástæðulausu að við erum efst á listum. Og ef maður horfir yfir til annarra landa þá veit maður alveg að við erum í góðri stöðu en það gerir það ekki verkum að við eigum ekki að tala um það sem er eftir. Og ég held að þetta byrja náttúrulega bara á heimilinu og það hlýtur að vera, og ég segi það oft, ég man ekkert eftir ég hafa fundið fyrir neinu fyrir en ég bara kom út á vinnumarkað. Þegar ég var í háskóla fann ég miklu minna fyrir því og ég er ofta að hugsa hvort það hefði verið af því að ég var bara ekki með þessi gleraugu. Ef ég myndi aftur með það sem ég veit núna og þá reynslu sem ég hef núna, ef ég myndi aftur fara í háskóla, hvort ég fyndi meira fyrir þá eða hvort það er þannig að háskólaumhverfið er svona frekar verndað held ég og ég held að sko viðhorfið séu bara næstu verkefni. Ég held að, við getum rætt kynjakvóta, við getum rætt jafnlaunavottun og ég held að umræðan kannski þessi mál munu á endanum skila okkur meiru heldur en aðgerðirnar sjálfar sko. En ég held bara leið og til dæmis það er jafnmikil kvöð að ráða karlmann á barneignaraldri og konu á barneignaraldri, þá er mér miklu frekar sama ykkur svona hausatalningar. En á meðan það er þannig og það er svo auðvelt að bera þetta saman vegna þess að maðurinn minn er lögfræðingur eins og ég og það er svo auðvelt að, að hann útskrifast ára undan mér og þegar við áttum sama barn, af því við eigum sama barnið, hann fekk allt aðra spurningar í atvinnuviðtölum heldur en ég. Það var engin munur. Það var barnið verið þetta sama barn með jafn marga veikindadag á hans barn, þetta er sama barnið. Það er jafn mikið álag að eiga það. En það var samt einhvern veginn svona að þú gerir grein fyrir því að þetta eru, mikil vinna og stundum þarftu að vinna yfirvinnu og já, ég meina, ég gerir mig grein fyrir því en hann fékk ekki svona spurningar þegar hann var að leita sér að vinna sko. Þannig að það er þetta sem, og mér finnst við líka stundum langar mann að vera pínu svona, verður maður frústreraður og langar að taka einhvern veginn umræðana þannig og ég held að það gagnist alveg stundum, en ég held líka að við verðum bara öll að sjá ávinningin af því að hafa svo hluti í lagi. Þú hlýtur að fá betra lið þegar þú ert með 100 fiska í tjöttinni heldur en þú ert með 50. Já. Þetta er einhvern veginn bara í grunninn þetta. Og þess vegna átt að vera, við eigum bara að tala um það þannig. Birna? Já, ég finnst bara í þessari jafnréttisbaráttu þegar maður er búin að vera að tala um þetta í 20 ár að mér finnst bara að vera alltaf þannig að við tökum einhver skref fram á við og svo tökum við alltaf stór skref aftur á bak.
Ég var nefnilega að lesa grein í morgun hvernig kosningar þegar Bandaríkjunum gátu farið svona, þannig í sérstaklega vandarskapi. Þannig að það sem mér finnst vera svona helst á dagskrá núna eru jafnlaunavottunin. Ég talaði það á þessari VÍ-ráðstefnu sem að Halla Tómasdóttir stóð fyrir í fyrra og ég var þess vegna sérlega ánægð þegar ég sá að nýr ráðherra hjá okkur í jafnréttismála tók það upp sérstaklega af því að ég er ekki að tala bara Ísland. Mér finnst þetta bara vera eitthvað sem eiga að vera hluti af endurskoðun fyrirtækja og alls staðar í heiminum. Þannig að þess vegna finnst mér gaman líka að við gætum verið forystu þjóð hvað þetta varðar. En talandi svona hvar staðan á þessum málum í dag, þá finnst mér ég heyra frá ungum konum vera að tala sömu hlut og við vorum að tala kannski fyrir 20 árum þetta jafnræði á heimilum. Og ég einhvern veginn mér fannst ég sjálf vera búin að þroskast frá þessu, hélt einhvern veginn, mér finnst þau kallmenn sem vinna með mér vera að taka áfsalega virkan þátt í fjölskyldumálum. Þannig að, en ég finn samt ennþá að þetta þannig og það eru tölur sem sýna að konur held ég á hverju viku að vinna 13 tíma heima meðan kall eitthvað 6 eða 7. Þú veist, það rosa munur ennþá þarna og ég finna á ungum konum að þær bara ennþá fúlar þarna. Og ég hef sagt það, ég held ég hef nú sagt það í bókinni, að það þó þannig, við getum aðeins kennt okkur Því ég held að konur hafi aldrei vilja gefa eftir framkvæmdastjóra jobbið heima. Af því að okkur finnst við gera það langbest, gera það langfallegast og flottast og allt það. Og viljum ekki að þetta verði púkalegt. Þannig að og getum bara ekki gefa þetta eftir. Og það við getum aðeins hort þar í eigin barm. En ég held líka, og við vorum að tala það ég og Magga Kristmanns fram á þann, hvað einhvern veginn, við sjáum nú í salnum, þetta eiginlega einhver konur, það eru konur að tala við konur þennan málaflokk. Og við gerðum það fyrir einhverjum árum síðan, að við á svona fundi þá var skylda þú að koma með kall. Og ég man að kallaðum voru svona, og fannst að voða fyndið okkar, en mættu samt alveg í stórum stíl og voru svona gestir á fundinum. Og við vorum að tala, við þurfum að fara í þetta aftur. Ég vissi að byrja, hvað við stödd? Að við þurfum aftur að fara í þetta sem okkur fannst var sniðugt að gera fyrir 15 árum síðan. Af því að það ennþá einhvern veginn. En að þú komst aðeins inn á jafnlaunavottunina, ég held að við aðeins að taka smá umræðu það er svona sem brennur heitast af fólki núna og það ekkert allir sammála að fara þessa leið. Viltu kannski segja okkur aðeins frá því bara hvernig það var gert Íslandsbanka þurfti að hækka, lækka laun og annað slíkt? Já, við fórum í þetta fyrir rúmu 1 ári, 1,5 ári síðan og mér fannst þetta var svona eye-opener fyrir mér. Mér fannst þetta bara rosalega mikilvæg exercise að fara í gegnum. Það sem að og mér finnst maður vera að reyna að passa þetta eftir á. Að þú veist að þetta fari ekki aftur í sama fari og menn og konur vera að vera meðvitaðar að við erum að passa upp á þetta. Við þurftum að laga laun hjá, það var ekkert stór hluti kvenna, það var einhverjir 10-20 konur sem við lögum hans laun hjá. Og til þess bara að ná þessu markmiði sem við vildum. En aðalmálið þessi, bara að reyna að halda þessu í horfinu og gera allir fyrirtækinu meðvitað þetta. Þannig að ég mjög byggt þessari jafnlaunavottun og mér finnst bara öll fyrirtæki að fara í þetta. En það verður náttúrulega að gera þetta vel, þannig að þetta sé örugglega eitthvað viti, svo þetta sé ekki bara svona tick in the box. Eyjólfur, þið hafa nú verið líka hjá SA að velta þessu fyrir ykkur lengi, þessum jafnlaunamálum. Hvernig horfir þetta við ykkur? Og kannski líka munun á stórum fyrirtækjum og litlum í þessu samhengi? Í þessu samhengi fyrst alveg vil nú segja bara að SA hefur haft frumkvæði að þessum málum í yfir 10 ár. Þannig að við fögnum því að þetta komið á dagskrá raunverulega. Við getum alltaf deilt aðferðafræði hvernig við ætlum að ná árangrinum. Mér finnst aðalatriði að ná árangrinum og það nú það sem við þurfum að ná. Ég ræddi með Birnu áðan að talandi laun yfir höfuð. Þetta er mjög flókin mál. Ég lofa þér að henda einhverju sprengju, þú verður bara að sitja á þér alveg. Ég ætla líka að vera þar og svo vond þá. Við mig þá. En málið snýr að því ég hef verið stjórnandi í fyrirtæki þar sem að ég var lengi með bæði starfsmannamál og launamál eins og ég veit algjört hjá minni fyrirtækjunum og jafnvel eftir að stofan var ansi fjölmenn þá hélt ég áfram lengir þetta þannig mál. Það mjög einkennandi og þetta ekkert vísindaleg rannsókn, heldur bara mín upplifun að sérstaklega fyrir launamála það svona ákveðin, ekkert ólega stór hópur sem nokkuð ákveðin að sækja sitt, ef ekki bara orðað þannig, en svo svona meirihlutin þöguli meirihluti, orðað svoleiðis. Ég minnist þess ekki af þessum svona ákveðna
minnihluta að hafa fengið konu til mín þar í. Og við settumst niður, ég og starfsmannstjóri, þegar starfsmannstjóri kom inn til að fórum bara yfir þessi mál og ákváðum að horfa bara á svona launastrúktúr og annað og passa upp á það að því þögul minnihluti og þar með konur er ekki eftir í fyrirtækinu. Menn þess að það var hættan. Og ég held að þetta sé kannski svolítið sveitunum að horfa á. Þetta er spurning hugafar, karla og kvenna. Konur eru hóvarir, oft. Og hérna, þar geta bara hort í eigin barm, algjörlega hvað það varðar. Því breytum við ekki með vottunum, lögum og reglugerðum og slíku. Því breytum við með fræðslu og hugafarsbreytingu. En hversu mikil ábyrgð liggur hjá stjórnenda þegar konur með vænta lægri launa og virðast ekki biðja jafn há laun og karlar og einhverju stjórnendur finna fyrir því? Hvernig finnst þér ábyrgðin vera hjá stjórnendum að hækka laun þeirra bara fyrirfram? Hún er mjög mikil og hérna enn og aftur önnur mjög óvísindalega könnun sem að ég hef bara sjálfur upplifað að ég nota oft í viðtölum að henda inn bara á einhverju augnabliki starfsviðtölum væntingar laun og þá hafði ég sjálfur í huga kannski einhver upphæð fyrir viðkomandi aðila. Það var oft ungt fólk sem var ráðið vinnu undantekningarlaust, nánast undantekningarlaust, ég get ekki algjörlega fullir í öllum tilvikum en þurfti maður að svona útskýra fyrir strákunum að væntingarna væru fyrir ofan markmið á meðan að maður þurfti að útskýra fyrir konunum að þær hefðu verið að setja markið full lágt og það gætu fengið hærri laun. Þetta var svona og enn og aftur kemur því sama og ég var að tala áðan. Þannig að ég segi oft sko að bara fræðslu átt að sjá því að konur standa alveg jafnfættis við kalla og framar vekkaleg sko. Þannig að það þarf ekki að vera einhverja minnumáttakend á því. Þórdís Kolbrún, hvað segir? Já, þú grípa boltan, Brynja. Ég myndi bara aðeins að grípa þetta og hérna að því að ég hef svolítið sterka skoðun á þessu ábyrgð okkar stjórnenda á svona, að það séu jöfn laun inn í fyrirtækinu okkar og ég held ég að mér sé að tala um það í bókinni að sko mín skoðun er svo, mér finnst að hún eigi bara að vera útbreidd og þess vegna er ég að koma hérna framfæri svo hérna dreifa erindinu, fagnar erindinu að sko mér finnst ekki svalt ef að ég sem stjórnandi að það sé ekki, sko, að það sé ójafnrétti í launum í mínu fyrirtæki sem ég ber ábyrgð á. Þá finnst mér ég faglega ekki vera að standa mig vel sem stjórnandi. Og hérna, þannig að við stjórnendur eigum bara að líta svo á að það er bara partur á okkar starfi að sjá til þess að það sé ekkert ójafnrétti í gangi hjá okkur og hvernig sem við, sko, þú veist, gerum það en þú veist, og þá bara hafa frumkvæði eða hvetja konur til þess að vera duglegar að biðja hærri laun. En hvað með hérna, hvernig finnst þér jafnlaunavottunin eins og fyrir ykkar fyrirtæki mitt, þessi stærða fyrirtæki? Já, sko, já, við erum sem sagt 47 starfsmenn í því fyrirtæki sem ég ber ábyrgð á og það fyrsta sem ég hugsaði þegar ég sá þetta og hérna var bara frábært, geðveikt, bara hérna loksins. Og svo bara kom næsta hugsun bara, ok, hvað er þetta að fara að kosta marga milljónir, hvað er þetta að fara að kosta mikið fókus, og ég svona, eitthvað, en hérna, en sko, ég fagna þessu og við munum að sjálfsögðu bara, taka þátt í þessu og hérna, og erum óhrædd við niðurstöðuna, en hérna, ég hef samt pínu ágjörð því að þetta sé það sem að flestir í minni stöðu hugsi og ef við horfum á til dæmis lögin kynjakvótana, þar sem er ekki, hérna, það er engin sko refsing við því að uppfylla þetta ekki og ég get ekki betur síðan, það sé engin að fylgjast sérstaklega með þessu, að þá hef ég ágjörð því ef að það verður sama fyrirkomulag með jafnlaunavottunina, að það verður hreinlega fyrirtæki sem og framkvæmdastjóra sem finnst þetta ekki jafn frábært og mér, sem að munur hreinlega bara svona reyna að sleppa þessu. Og í öðru lagi líka varðandi jafnlaunavottunina, að þá hérna svona hef ég pínu ágjörð því að það sé kannski svolítið hægt að kjafta sig út úr ákveðnum svona aðstæðum í þeirri vottun og hérna þannig að ég myndi vilja á sama tíma og verið að innlega þetta í lög sjá kannski sko bara einhverja vinnu og þróun við það hvernig svona jafnlaunavottun er framkvæmd, þú veist, nýta upplýsingatækni betur til þess að innlega þetta, fylgjast betur með þessu og svo framvegis þannig að hérna það væri frábært ef það væri gert í leiðinni. Já,
Ánfrétti þín Þórdís, Róbert, hvernig eins með jafnlaunavottuna, nú eru þau með vel blandaðan hóp, konur og karla, hvernig finnst þér þetta, er eitthvað sem þið myndu vilja, er áhugasöm fyrir og eru þið komið langt í þessari vinnu kannski? Ég myndi segja í okkar fyrirtæki þegar kemur að konum og körlum þá kom það nú okkur sérstaklega skemmtilega óvart núna daginn að stjórnandi hérna á Íslandi þá erum við með 50% konur, 50% kallar og þetta var nú eitthvað sem við höfum ekkert verið að velta okkur mikið upp úr, bara til að vera alveg hreinskilin. Við í raun og veru höfum lagt mikið upp úr því að byggja upp ferla hvernig við ráðum inn fólk og hvernig fólk við ráðum inn, bæði á Íslandi og allstað það sem við störfum. Við erum að starfa í 35 löndum í dag. Þannig að við höfum kannski nálgast þetta svolítið öðruvísi. Við erum að leita fjölbreytileika og viljum hafa öflugan hóp sem er að byggja upp okkar fyrirtæki, við höfum náð miklum árangri, við höfum verið að vaxa 60-70% hverju ári í 8 ár og ég held að fjölbreytileikin sé það sem að hafi skilað okkur þessum árangri og í dag alþjóðlega, ég nú skoða bara þegar þau komið heimsókn daginn, þá eru 45% af stjórnendum í félaginu konur og eru með 3 starfsmenn í 35 löndum og mikið af þessu löndum eru lönd þar sem að karlmenn eru yfirleitt í stjórnendastöðu. Þannig að við höfum kannski nálgast þetta þannig að við erum að leita hæfasta einstaklingnum og sem betur fyrir niðurstaðan þessi í okkur og má sennilega... Og heldur að launastruktúrinn sé svipaður hjá konum og körlum og hefur þú tilfinningu fyrir hvort að konum... Ég raun og veru hef ekkert velt mikið upp úr því annað en eftir að við hittumst daginn líka. Sjá, þetta er góð áhrif. Já, góð áhrif. Þá fór ég að skoða þetta og keypti mig líka nýja jakka. Og þá allan að það sem að við sjá, við erum að borga fyrir ábyrgð og störf þannig að það sem að allan að ég sé er að við erum að borga það sama fyrir starfið við erum með framkvæmdastjóra sem að bera ákveðna ábyrgð og erum með deildarstjóra sem bera ákveðna ábyrgð og ég held að við séum í nokkuð góðum málum en ég get alveg viðurkennt, ég hef ekkert velt mikið fyrir mig hvort að við ættum að fara í jafnlaunavottun eða ekki. Hefur einhverja tilfinningu fyrir því gegnum tíðina bara sem stjórnandi að konur sé að vænta lægri launa heldur en karlar í þessum geira? Ég held að það eigi ekki vera þannig. Fyrirtækin eiga að vera að bjóða ákveðin laun fyrir ákveðin störf og ég horfi ekki á það þannig að þegar við erum að ráða starfsmann að við eigum að reyna að prútta. Það er verið að ráða starfsmann til að koma inn í félag sem skiptir máli og er að skilingur og skapa eitthvað. Og hlutverk starfsmannastjórans, við erum náttúrulega ekki bara með starfsmannastjóra við að ráða, við erum kannski með 200-300 manns að ráða út allan heim og við leggjum ekki upp úr því að það fara allir í gegnum þjálfun sem að ráða starfsmenn hjá okkur, hvernig fólk við viljum, hvernig viðtölin eru eftir hverju við erum að leita og á móti erum við að bjóða umhverfi ákveðin laun og markmið er ekki að ef þú stór eða lítill eða kona eða kall að við reynum að prúta meira eða minna. Þórdís, jafnlaunavottunin, kannski svona bara hvernig þér líst á þetta og einmitt út frá litlum og meðalstórum fyrirtækjum og skilur þessa gagnrýni sem hefur verið uppi líka? Já, ég skil alveg þessa gagnrýni. Ég finnst auðvitað bara, í grunninn finnst mann auðvitað bara óþolandi að við þurfum að vera koma upp með einhvern jafnlaunastaðal. En það er staðan og þá er auðvitað ennþá meira óþolandi að við séum ekki að greiða konum og körlum sömu laun. Ef við erum að því, og þá kemur það út úr þessum jafnlaunastað og það væri rosa fínt, mig grunar reyndar að það sé ekki staðan. Ég skil alveg gagnrýni á þetta eru þetta, og ég sagði það sjálf, þú veist, þetta er íþyngjandi aðgerð, en hún er bara væntanlega nauðsynleg. Og í frumvarpinu sem er farið fyrir þingið er sem sagt byrjað á þessum stóru fyrirtækjum og þá er sagt, já það er því þau ráða betur við það. Man gæti líka sagt á móti, ef við erum að segja að þetta sé stranglega bannað, af hverju ætlum við þá að leyfa litlum fyrirtækjum að brjóta það en ekki stórum. En ég skil alveg hugsunna, ég meina það er auðvitað verið að reyna þá að ná utanum sem flesta starfsmenn, þannig að við erum að taka þetta í þeim skrefum. Ég meina fyrirtæki eru með, við vorum að ræða hérna við borðið, þú veist, þú voru að telja upp alla þessa vottanir og staðla og dót, þetta kostar allt, það kostar að fara í alls konar úttekt, þetta er bara eitthvað gæða, svo viltu setja upp á vegg hérna, við erum með þessa vottun, þú veist, við erum rosa flott fyrirtæki. Þetta er bara eitt af því og þetta ætti að vera, auðvitað langar mann að sjá það þannig að það sé bara að stjórnendur finni það hjá sér, að það er hagur fyrirtækisins sem geta sýnt fram á og þeir eru það faglegir og það ekki gamaldags að þeir eru bara að greiða sömu laun fyrir sömu vinnu.
En þetta kannski svona svipað ferli og það kynjakvóti settur á þessi umræða, þú veist, og þetta að mæta svipari gagnrýni og tölum viðurlög við þessu. Hvernig finnst þér, þú veist, kynjakvótinn líka, við förum út í það? Ég búin að hugsa þetta í mörg ár og ég ótrúlega torn, ef maður orða það þannig. Í grunninn, þú veist, mér finnst samt eiginlega núna meira óþolandi hvað það gengur brjálæðslega hægt heldur en það að vera með kynjakvóta. Eina sem mér finnst bara að við þurfum að hugsa þessi svona umræða sem þessu fylgir. Þú veist, ef það þannig að, og ég ekki að segja það sé, en mér finnst alltaf að velta það upp, ég vona það sé lagi. Ef að til dæmis það þannig að við getum hakað í þau box að það eru nægilega margar konur í öllum stjórnum. Þú veist, ef ákvarðanir eru þá áfram teknar alveg svo voru þegar þetta voru bara kallar, þá það gott. En mig langar alveg að velta því upp. Þú veist, færast ákvarðanirnar mögulega bara í einhverja skíðaferð eða eitthvað. Það sem að mennirnir eru eitthvað svona, þú veist, að skála í koníakinu og eitthvað. Mér finnst alltaf lagi að hugsa það. Ég meina, eru ákvarðanatökurnar nákvæmlega eins og voru þegar þetta voru bara kallar, eða hefur það kannski aðeins breyst? Og þess vegna finnst mér líka áhugavert, þú veist, ef við erum að ná haka í þessi box, að við erum með nægilega margar konur á nægilega mörgum stöðum, af hverju eru allir peningarnir hjá körlum? Hvernig fer það saman? Þú veist, það fer ekki saman. Það sem ég hrædd í þessari umræðum kynjakvóta og svona umræðum, að ef að þeir sem eru á móti því komast upp með það að tala þetta þannig niður að með fjölgun kvenna að þá fylgja ekki svo virðing sem á að fylgja. Og ef að konur ekki með virðinguna, þá fá þær aldrei völdin. Þetta verkefni, sko. Það það sem svona... Þú ert alveg að því að vilja halda kynjakvótanum áfram í einhver tíma? Já, ég meina, auðvitað myndi ég vilja að við þyrstum ekki að hafa kynjakvóta. En á meðan að það einhvern veginn, og ég stend mig sjálf að þessu, ef þú horfir á 12 manna hóp og það eru 5 konur og 7 kallar, og ég horfi á hópinn, mér veist bara vera 15 konur og 2 kallar. Vitið þið hvað ég meina? Já. Og ég samt sko 29 ára kona. Þannig að ég held að sé ennþá þörf fyrir. Hvað segir þú, Birna? Ef verið að taka ákvarðanir í skíðaferðum í konjaki? Þetta nefnilega mjög góð punktur af því að þetta var svolítið umræðan í Noregi að það verður svona fundir fyrir fundin. En það í starfshátta fyrirkomulagi sem að viðskiptaráð gefur út, þar til dæmis lagt til að stjórnir, það á í byrjun hvers stjórnarfundar að upplýsa samskipti sem hafa átt sér stað utan stjórnarfundarins. Og það nefnilega svolítið góð regla og hjálpar þessu sem þú varst að segja. Þetta örugglega ekki praktiserað alveg svoleiðis að þú getur alveg farið fram á það, að þú fáir svona yfirlit yfir það hvernig samskiptin hafi verið. En varðandi bara jafnlaunavottunina og það kostnað og fyrirkomulag og allt það. Og svolítið eins og tek undir það sem hér hefur verið sagt. Ég bara til dæmis eins og ég horfi á bankann í ár. Við erum að innleiða nýja persónuverndarlöggjöf. Við erum að innleiða MIFID 2, við erum að innleiða IFSR 9 og eitthvað í 30 viðbót. Þetta kostar 100 milljóna að gera þetta. Svo kemur jafnlaunavottun, þá ætlar fólk að fara að væli við því. Ég sem á að kosta 900.000. Þannig að mér finnst þetta að vera auðvitað skilja alveg litlu fyrirtækjum. Það til dæmis eitt fyrirtæki sem í eigu banka sem Allianz á Íslandi og ég far þar á aðalfundum daginn og ég var bara mjög stolt af þeim að þeir voru að klára þetta og þetta bara lítið fyrirtæki og ég fór að spyrja þá að því ég hafði heyrt að minni fyrirtæki væri svona kvarta yfir að þetta myndi vera mikil vinna. Þeim fannst þetta skemmtilegt að vera í gegnum þetta, þeim fannst þetta ekki vera mikil vinna. Jújú, kostaði svolítið pening og vona að þetta myndi ekki kosta jafn mikið næst og þannig að þetta alveg mögulegt og ég hef heyrt þetta frá fleiri litlum fyrirtækjum sem að bara ef þú hendir þér í þetta þá þetta ekki stórmál. En þú talaði komin inn á kynjakvótana, þetta ekki að skilja sinni í framkvæmdastjórnir, þetta ákveðin vonbrigði að... Mér finnst það að vera mikil vonbrigði og ég á töluvert mikið af vinkonum sem í stjórn stórra fyrirtækja í Íslandi og ég skammaði bara reglulega fyrir þetta. Til hvers búið að setja ykkur að inn í stjórn, þú veist, við vildum kynjakvótan inn í stjórn og það allir einhvern veginn ekki látið þetta skila sér niður. Og ég ennþá að vona að þetta sé bara tímaspursmál.
að það einhvern veginn, það kannski, þú ert að koma inn í stjórn og að vera 1 ár eða 1 tímabil og þú þarf svona aðeins að finna svona fjölina þína áður en þú kannski getur fara að beita þér og þannig ég bara vona á því að þetta á eftir það eiga eftir að hafa áhrif þarna. Og hvað segir þú, Eyjólfur? Myndið þú vilja sjá bara að það ganga enn lengra, kynjakvóta á framkvæmdastjórnir? Já, almennt bara með kynjakvóta, ég ætla bara að heiðarlega með þá sínum tíma þegar þú settur á, þá var ég bara mótið því. En ég held að árangurinn er góður og ég myndi greiða því atkvæði í dag, skilur. Þannig að það svona getur maður verið Ragnar Reykjás í mörgu, maður skiptir bara skoðun, sem er ágætt að gera. En hvað kynjakvóta vera víða? Ég segi eins og Þórdís, ég vil helst árangur án einhverja svona boðabanna, ég vil það. Ef það hins vegar er útilokað, nú þá verðum við bara fara þá leið. Varandi að láta kynjakvóta fara neðar til framkvæmdastjórnar eða slíkt, þetta er bara eitthvað sem við þurfum bara að skoða bara virkilega. En ég vil aðeins fara í smá tölfræði, af því ég er sko raungurinnamaður í grunninn og ég er svo gamla tölfræði og ég kunni ekkert orðið lengur í henni, það er annað mál sko. En á sínum tíma, þegar ég fór í Tækniskóla Íslands sem nú er í Háskólanum í Reykjavík, rann þar inn í og hann er byggjandtæknifræðingur upphafi. Þegar ég er þar í námi, þá voru á 3 árum einhver 60-70 nemendur, það var 1 kona í þeim hóp, 1 kona. Og sem endurspeglaði svolítið sem það var og ég horfði nú yfir hópinn og hann reyndar sko, við náum ekki kynjakvóta hér, það er algjörlega ljóst, ég sé það bara strax, það er örugglega ekki 40-60 í dag. En ég sé þó verkfræðinga hér í salnum, það er nú strax sem eru konur. En svo hélt mér þetta myndi sko breytast rætt og fyrir nokkrum árum síðan þá fórum við starfsmannastjórinn að horfa á það og fannst einhvern veginn framboð á konum til þeirra starfa sem við leita eftir ekki vera mikið og förum að spekulera í því hvernig lítur þetta voru í dag í háskólanum. Þá kom við ljós að þeim raungreinu sem við erum að sækja, ég segi þetta við sem mannur að sækja í úr stofunar var 25% hluti af kvenna, 75 karla. Það var ennþá þar, 30 árum síðar rúmlega, skiljiði. Og það þýðir að eftir önnur 30 ára þá eru konur 50-50, eitthvað svoleiðis. Þannig að það var svo spurningu, viljum við bíða svo lengi? Ég held að það muni endurspegla til þess inn í fyrirtæki sem sækja mikið í raungreinar og verk og tækni, iðngreinar og þess að þá muni þetta koma, en það gerist ekki á morgun. Þannig að þú getur þurft hugsanlega að fara í einhvers konar kvóta, en ég vil bara segja það líka að á sínum tíma þegar kvóti kemur í stjórnir algjörlega ljóst að það voru mun færri konur í hlutafahóp fyrirtækis heldur nokkuð sinni karlar, bara vinnustaðan er karlaður, en það var eitt vandamál að finna að hefa konur, ekki nokkuð vandamál. Það er mér bara aðeins að grípa hana borta, þú veist að tala hlutfall kvenna í svona tæknigreinum og svona sko, því maður svo vel eftir einni könnun rannsókn sem var gerð sem sýndi það að sko, það sem er líka gerast í til dæmis tæknigreinum er það að konurnar þar að skila sér miklu verr út á vinnumarkaðinn og í þessi störf og sérstaklega í stjórnunarstörfin þarna. Þannig að það að konur stjórnar sko fleiri í jafnvel sumum greinum eða þeim sé að fjölga í sumum greinum í háskólanum, það bara er ekki nóg. Við þurfum og það þarf að sko breyta því hvað gerist þegar að þær útskrifast og hvaða leið þær velja sér þá. Og það er eitthvað sem að ég held að sko, við erum kannski ekki að pæla nógu mikið í dag. Má ég aðskrifa bótt það því ég ætla að með sko jafnlaunavotturinn að koma inn að því við erum að ræða það eins nú er það þannig að það eru tæplega 1200 fyrirtæki sem að falla undir þau lög sem að eru á leiðinni 1180 sem mokkir í morgun. Það hlýtur að nákvæmt tala. Tæplega helmingur af 557 eru hérna á bilunum 25-50. Það verður átak, sko af þessum fyrirtækjum eru 120 vottuð og með 180 vottanir í heild og ég þekki það eins og ég þekki til, það eru 3 vottanir til að mynda í mismunandi greinum og við skulum ekki að draga fjöður við það fyrir öll fyrirtæki, þegar þú fer ekki fyrstu vottun, það er ákveð átak, ákveð hugafar, ákveð átak og ákveð hugsun sem þú ert að fara í gegnum, þegar þú ert búin að fara í gegnum einu sinni, þá er framhaldið auðveldara og að því að Birta var að nefna hérna áðan upphæðir, fyrsta vottunin sem að stof fór í gegnum, það var sko nær 100 milljónum heldur en
núllinu, verulega mikið nærendar og til dæmis á núvirði en svo náttúrulega var þetta mikið þægilegra en þessi jafnlaunavottun verður ekki 100 milljónir, ekki skilja mig þannig við erum að tala ekki háar upphæðir hér en þetta fyrst og fremst ágætt átak og hugafar ég ætla þá aðeins að grípa bolta hérna því að þú sagðir áðan varðandi Samtök atvinnulífsins að þeir hafi verið jákvæðir gagnvart jafnréttismálum. Frumkvæðið. Ég ætla nefnilega akkúrat að gagnrýna það. Mér finnst Samtök atvinnulífsins, ég sitt þar í stjórn, ég þekki starfsemina mjög vel. Mér finnst þeir ekki vera með frumkvæði í þessum málum. Mér finnst þeir vera follower, þeir eru þáttakandur í því sem einhverjir koma með til þeirra. Og þú sem nýrformaður, þetta málaflokkur sem þetta grípa og gera brjálæðislega vel. Af því að það tækifærinir svo og þú þér svo vinsæll ef þú myndir gera það. Mikil áskorun á ferðinni en ég vil aðeins taka fram að fyrir rúmum 10 ára síðan að þá hafði Samtök atvinnulífsins með fleirum frumkvæði að fara í þessa hluti og frumkvæði jafnvel að staðalli verður til. Og hefur verið að reka verulegan áráð fyrir því inn í atvinnulífinu að honum verið fylgt eftir og hefðum gjarnan viljað sjá verða fleiri fara þá vegferð heldur en hefur verið. Áður en að Birna lætur fleiri heyra það, þá ætla ég að athuga hvort það sé einhverja spurningar í sal, alveg endilega að bera upp einhverja spurningar. Hérna ein og endilega bara kynnið ykkur og bera upp spurningu. Góðan daginn, stímir? Já. Elvar Hrönn heiti ég og mannauðsstjóri og starfa núna í mannauðsmálum. Við þjónustum við fyrirtæki. Takk fyrir frábærar umræður. Ég svolítið sammála þér Birna og mér svolítið leiðilegt að heyra að við erum að tala sömu hlutina í dag og við gerðum fyrir 20 árum síðan. Þið eru mikið búin að tala jafnlaunavottunina og átakið, kostnaði kringum jafnlaunavottuð, hvað þetta verður mikil átak og vinna fyrir fyrirtækin og spurningunum það hvort það skila sér. Við langar að beina spurningunum til ykkar það hvort þið teljið hver væri ávinningurinn og kannski aðalega vegna þess að ég sé að formaður SA segir að þið hafi haft frumkvæði en ef ég man rétt þá minnir mig að SA hafi komið með og sagt að þeir væru ekki fylgjandi því að jafnlaunavottun væri sett á fyrirtæki sem skylda. Það ekki rétt hjá mér? Við eins og frumvarpið lá fyrir þá en það voru verulega breytingar á því síðan. Já, ok. Og svo langar mig líka kannski að beina þessu til forstjóra Alvogen í sambandi við mest frábært að þeir leggja svona miklu áherslu á ráðningarnar og að ráða inn fólk á réttum forsendum en hvort að þið gætu sér ávinning í því að fara í jafnlaunavottun og þú sagðir að þú hefur ekki velt í vest sérstaklega fyrir þér að hver væri það ávinningurinn í því fyrir þá ykkur sem fyrirtæki ef þið færið í jafnlaunavottun og það er kannski spurningin til allra hver væri helsti ávinningurinn Já, ef ekki bara rennið, Róbert, vilt þú byrja? Já, ég held að þetta sé bara mjög góð spurning. Þetta snýst í mínu huga bara sanngirni að það sé ekki verið að borga einhverjum meira eða minna fyrir sömu störf og einhvern veginn þetta rosalega þörf umræða en ég hef nú ekki verið kannski mikið inn í henni sjálfu þannig að maður er smá hissa, manni finnst þetta eiga bara að vera í lagi og þegar við vorum að tala peningana áðan og fundina fyrir fundina í dag það þannig að 90% hagnaði félagsins kemur frá löndum sem stýrt á konum hjá mér. Ég hef nú ekki tími að taka alla fundina fyrir fundina með þeim og það eru 45% konur þannig ég sagði á fundum daginn ef það væri 50-50 í stjórnendastöðum þá þyrfti ég sennilega enga að kalla því að hagnaði kemur frá konum. En hvað heldur að valdi þessu? Þessi hagnaði kemur frá konu, er það fyrir að gera eitthvað öðruvísi heldur en karlar? Ég held að þetta byrji bara, mín vottun snýst það að þetta fyrirtæki gangi vel og til að gangi vel þá þarf fjölbreytileika og ég sé meira í löndum sem ekki í geira sem ekki kallað geiri og í löndum það sem ekki hefðbundar ráð á konur. Ég með forstjóri í Tæland, Kóreu, Indlandi, Úkraínu, Kazakstan, Bosníu, Serbíu, Bandaríkjunum, Íslandi sem landstjóra til að nefna það sem bara kemur upp í huga núna að þessi fjölbreytileiki þarf að vera til staðar og menn þurfa að finna réttu manneskjunni í starfið og ég held að þetta byrji hjá þeim sem að stýra og ég hef svo sem held ég aldrei sagt við skulum ráða konur eða kalla.
Eina sem ég hef gert að ég með mikinn fókus á því hvernig við ráðum fólk og hvaða hæfileika fólk þarf að hafa, menntun, reynslu og hvaða bakgrunn og hvernig fólk á að henta og passa inn í okkar fyrirtæki og útkoman þessi. Þannig að, en varandi jafnlaun á vottun, þá held ég að ég þurfi nú bara að fara heim að vinna þá vinnu líka, vegna þess að þetta svona bara spurning sanngirni. Og ég svakalega svektur ef við verum að borga einhverjum lægri laun, bara þegar við kondum væri kona eða eins og ég sagði áðan, stóra eða lítill. Aðeins að koma með aðra spurningu út af því sem þú sagðir áðan, verandi líka bara eins og fjölskyldulífið, sveigjanleika í atvinnulífinu, að því fæðingarorlofið, fólk mikið að ræða það, þetta sé svona kannski ákveðin hindrun að konu hverfa frá í langan tíma. Hvernig myndið þú sjá fyrir þér einmitt samspil milli atvinnulífsins og fæðingarorlofs og til að koma til móts við karla og konur á barneignaraldri? Ég held að barneignarfríin eins og þetta hefur þróast í dag snúið svolítið meira réttindi karla til að vera heima og sjá barnið meira en eitthvað annað. Og enn og aftur þegar við erum að ráða þá erum við ekki að velta fyrir okkur hvort að viðkomandi þurfa að fara í barneignarfrí, og ég yfir höfuð þegar kemur að lykilstjórnendum ekki að spá í hvort þeir mæti milli 8 og 4 eða 9 og 5. Fólk mætir og skila vinnu og skila því sem það þarf að skila, og ég hef ekkert miklar áhyggjur af því þótt að fólk þess á milli þurfa að skreppa úr vinnunni eða sé að fara í barneignarfrí eða annað. En finnst þér hafa breyst þetta svona samfélagslega, þetta samþykki, finnst þér að vera einhvern veginn að mjakast þegar karlar fara í langt fæðingarorlof? Ég held að það sé alveg rétt að þurfa að gera miklu meira. Ég held að það sem var sagt áðan að karlar eru að sjálfsögðu miklu minna í barneignarfríu, og ég held að megi gera meira að því. Ég held að það snúst meira jafnréttindi og þá réttindi karla til að vera heima frekar en réttindi kvenna til að komast í vinnu. Já, einmitt. Má ég grípa hana bolta? Já. Ég nefnilega held að í svona ein ástæðan fyrir því að við stöndum framalega er okkar fyrirkomulag með leikskóla. Ef við værum ekki með það og það kostaði 400.000 að vera með barn á leikskóla, að þá værum við bara ekki í þessari stöðu. Ég held að það sé bara risa ástæða. Og fæðingarorlofin síðan sömuleiðis. Og ég held að auðvitað, nú erum við að ræða hvort að lengja fæðingarorlofið, að hækka þakið og hvort hjálpi frekar hvaða hópum. Mun önnur leiðin hjálpa frekar tekjulágum, mun önnur leiðin frekar hjálpa í ykkur jafnréttisbaráttu og svo framvegis. Þegar ég átti eldri strákinn minn sem er að vera 5 ára, þá var ég heima í tæpt ár, fór undir í kosningabaráttu meðan sem hann satt í Valhöll og var að læra að sitja og datt á dúkinu og svona, en byrjaði síðan að vinna þegar hann var 1 árs. Og núna átti náttúrulega að kjósa í vor, þannig að mér fannst rosa góð hugmynd að eiga barn á hausti, það var allt skipulagt. Nema svo bara var allt í einu kosið á hausti og ég var gengið 12 vikur og þetta fór svona. Ég finn alveg fyrir því, það er miklu meira, fólk kemur til mín og næstu spyr bara hvar er barnið þitt? Eins og ég sé bara skilja eftir bara einhvers staðar út á götu. Það er bara heima hjá pabba sínum. Og hann fekk náttúrulega ekki þetta viðmót þegar hann mætti í vinnuna 3 vikum eftir að sonur okkar fæddist. Og það er svona, og maður finnur líka alveg, það er næstíð bara eins og hann sé lasir stundum. Fólk er bara, hvernig hefur hann það? Er hann bara alveg að bugast? Hann hefur það bara eins og ég hafði það. Sumir dagar eru ótrúlega skemmtilegir og sumir dagar eru bara frekar súrir, En þú mætir alveg þessum gömlu viðhorfum. Og ekki, ég meina miðaldra karlmenn, þeir eru skástir, Miklu meira finn ég þetta frá konum. Ég finn þetta miklu meira. Ég finn þetta miklu meira frá konum og meira þess að bara frekar ungum konum sem eru svona í þessari baráttu. Heima með 3 börn og það er alltaf eitthvað lasinn og seinna fótboltæfingu og þetta. Ég finn þetta kannski helst frá þeim hópum. Og það ég er ekki að tala eins og maður sé eitthvað svona fórnarlamb, en það er alveg áskorun að mér finnst skrítin tilhugsun að einhver mögulega líti á mig sem svona einhverja kalda móður. Að ég skulle skilja barnið mitt eftir heima. Ég myndi kasta mér í sjóinn bara alla daga fyrir börnum mín, sama hvað það væri, og er svona barnasjúk og hef passað börn frá því ég var 8 ára eða eitthvað. Og mér finnst skrítin tilhugsun að þeir sem þekki mig ekki, að ég sé mögulega einhver svona eins og segir, svona köld mamma sem tekur það fram yfir að vera á skrifstofunni. Mér finnst það alveg, og það er líka áskorun fyrir mig.
Og ég hef líka hugsað núna að ég náttúrulega bara var allt í einu ráðherra, ætlaði að vera smá orlof, fara svo á þing og eitthvað, á sérsta alþingi. Og Hjalti maðurinn minn stökk bara úr vinnunni og er búinn að vera heima. Og ég hef alveg hugsað hvort ég ætti að segja þetta uppátt, en ég ætla bara að vera heiðarleg að gera það. Ég hef alveg hugsað til dæmis hvort að ég ætti að taka fæðingarorlof eða ekki. Og það togast á að segja, byrja, af hverju ætti ég ekki að taka fæðingarorlof? En svo hugsaði ég líka, hvað þýðir það fyrir mig pólitískt að taka fæðingarorlof? Og hvað þýðir það fyrir mig ef eitthvað kemur upp á sem tengist mínu ráðuneyti eða mínu málaflokkum og það væri einhvern veginn, já, ráðherrann er í fæðingarorlofi. Hverjir myndu sýna því skilning og hvernig svona, þú veist, og ég er ekki, hef ekki svo sem kannski tekið ákvörðun, sko, en ég hef heldur ekki komist að niðurstöðu hvað er þetta að gera, því að maður langar, og það er líka áskorun fyrir mann að vera einhvern veginn, ég veit alveg að margir myndu að segja, hvað er þú að tala? Þú veist, ung kona í einhverju forréttindastöðu, hvað er þú að væla? En tengjur það við þetta eins og Birna var að tala áðan líka bara gefa, þetta setur svolítið sama, gefa eftir framkvæmdastjórastólinn heima? Já, ég hef gert það, bara formlega. Og bara horfi á ríkið og hlutin eru ekki á sama stað og þú veist, það er alltaf allt svona frekar fínt heima hjá mér og hann gerir hlutin öðruvísi, hann brýtur saman öðruvísi og eitthvað og ég bara tók þessa ákvörðun og er bara svolítið fyndið að þegar við Ragnhildur Steinu höfum verið að fara með erindi og tala bókina og vísum í þetta að konurnar er að hringja heim og verða stundu barn í rauðu sokkabuxurnar og græna bólinn og segja pappanum allir kallarnir alveg í salnum bara já alveg bugaðir. Ég verð að segja, mér finnst sko ungar konur og bara áræðni og dugnaðar kvenna hafa náð nýjum hæðum með þessum kvenráðherrum sem við erum með núna. Þú með þetta litla barn og Björn með 18 mánaða tvíbura. Ég er svo stolt af það, mér finnst þetta svo frábært hjá þeim og sko ekki hikaðu að taka fæðingarorlof. Já, ég er sammála því. Algjörlega sammála. Jæja, er ekki einhverja fleiri spurningar í sal? Ef maður aðeins fyrir að því að við vorum að tala hér jafnlaunavottunina. Já, jafnlaunavottunina sko. Og lögin, að það hljómar eins og SA hafi verið, Samtök atvinnulífsins verið þar á móti sem alveg rangt. Hittum bara það var breyting núna sem bara mjög góð, sem ég held að hendi nú til dæmis minnstu fyrirtækjunum mjög vel, 25-49, vana 25-50, er að nú er ekki lengur krafið sko formlegra vottuna þar, heldur úttektar og þetta skiptir verulegu máli. Þannig að þetta er svona þægilegri nálgun og hefur ákveðna aðlögun og þetta er eins og sögum áðan, þetta er 557 fyrirtæki af þeim 1180 sem þetta nær til og ég held að þetta skiptir verulegu máli í þeirri aðlögun sem það var í sér stað þar fyrir þau. Já. Og það bara skiptir miklu máli. Samanlega. Jæja, hvað segir þið? Er einhverja spurningar? Já, þetta þú sér mikið hérna með púltið. Já, einmitt. Ég heiti Haraldur, kem frá fyrirtæki sem heitir Icelandic Startups. Ég átti nýverið strák, langaði aðeins að halda það sem Þórdís var að segja núna í desember og ég hef á hinn bóginn mætt svona svipuðu viðhorfi og Þórdís lýsir sem er það að langaði að spyrja ykkur svona eftir á hvað þið geti gert til að breyta viðhorfinu sem kannski ég lýsi sem stjórnendur í fyrirtækjum. Er það að ég hlusta á síðustu viku 15 ára gamalt viðtal við pappa minn sem var barnasálfræðingur, Hugo Þórsson, þar sem hann talaði að færri og færri töluðum að feður pössuðu börnin sín. Og viðtalið 15 ára í ár en ég hef ítrekað verið að benda fólki á það að ég tók ekki fæðingarorlof til að passa strákinn minn og ég mun aldrei passa strákinn minn af því að hann er strákurinn minn. Ég skil hann ekki eftir að móður sinni sem hún geti passa nema ég skýst í vinnuna. Þetta er bara jöfn ábyrgð. Er eitthvað svona í kannski hugarfari varandi þið talið að það er fleiri sem taka fæðingarorlof feður, er eitthvað svona struktúrlega innan fyrirtækina því að viðhorf breytist ekki, viðhorf mjög fljótandi hugtak. Hvað getið þið og gerið þið til að breyta svona struktúrlega þannig að þið hvetji feður til að taka fæðingarorlof innan fyrirtækina sem ábyrgð sem stjórnendur ef ekki finnst þetta að skipta svona miklu máli? Brynja, hefur byrjað þér? Já, þetta er góður punktur og maður hefur alveg séð það að það er svolítið misjafnt eftir fyrirtækjum og eftir einstaklingu líka, svona hvernig viðhorfið er til þess að karlmenn taki fæðingarorlof og sinni fjölskyldunni og ég held að það sé vissulega hægt að í mörgum fyrirtækjum og ég segi margir einstaklingar geti þurfi kannski aðeins að skoða þessi mál af því að og ég veit meira sér bara dæmi það svona þegar feður hafa tilkynnt sínum yfirmanni að þeir ætla að
taka fæðingarorlof og það hefur hreinlega bara verið tekið mjög illa í það og viðkomandi þar af leiðandi bara hreinlega dró úr því eða hætti við. Þannig að það vissulega umræðan þetta mætti alveg vera háværari og hérna. Þetta breyttist mikið í bankanum fyrir og eftir hrun. Fyrir hrun var þóttu karlmenn sem fóru fæðingarorlof algjörar kellingar og ég man eftir samtali sem einn yfirmaður í fjárfestingabankanum, hann var að hringja í manninn sem var í fæðingarorlofi og sagði við hann, sko, ertu ekki að vera búin að jafna þig í móðurlífinu? Þannig að þetta var attitúti, heldur að vera gaman þannig að hinum einn á línunni að vera heima og þannig að hann var eiginlega ekki að grína, sko. Það var bara, þetta náttúrulega, honum fannst það svo fáránlegt að vera heima. Þannig að ég held að þetta, í bankanum allavega finnst mér við vera bara ég segi alltaf, sko, þú veist, tíminn líður svo hratt þess niður að segja við þig að þú ferð 3 mánuði, þetta búið svona. Starfsmaðurinn komin aftur á honum veist það. En það líka þannig að að vera með konur og kalla í vinnu og sem stjórnendur, það alveg slæmt að með eins og konu eða kall eða konu. Þannig að endunum hjá okkur skiptir þetta engu máli. Þannig að fólk eignast börn flest nokkur sinnum á ævinni og mátt nú ekki missa því. Það mín skoðun og ég held þetta sé svolítið byrji og endi hjá fyrirtækjunum sjálfum. Og ef að þarf að setja staðal og reglur alla þessar hluti þá náttúrulega viðkomandi fyrirtæki ekki í lagi. Já, ég bara að maður kannski þetta svona snertir maður núna því maður í þessu. Ég hef á tilfinningunni, ég veit ekki hvort það en ég hef nú svona spurt nokkra að það sé svolítið, þú sér, sko, ef þú ert ungu karlmaður eignast barn eða karlmaður eignast barn, að þú ert dálítið háður því bara hvers konar yfirmann þú átt. Hvernig tekið í það og hvort þú svona yfir höfuð bara þorir næstu því að biðja þann sjálfsögða hlut að láta vita að þú ætlir að taka fæðingarorlof. Og ég sá daginn að því maðurinn minn vinnur á lítilli lögmannsstofu og þar sendi eigandinn mynd af sér með 2 konum og þá voru þær sem að héldu uppi starfsemi lögmannsstofunar því að kallarnir 3 voru allir heima í orlofi og mér langaði bara að setja þetta á Facebook, sko, ég kunni ekki við það til þess að sýna, þú veist, það geta alveg 2 konur haldið upp starfsemi á meðan að karlmenn fara í orlof eins og öfugt og ég hugsa alveg líka, ég meina að þú segir þetta jafnaði í móðurlífinu, þú veist, þetta líka alveg eitthvað fyrir karl og ég var stundum hugsað að því við erum svo föst í ykkur svona staðal ímyndum. Þú veist, ég ímynda mér að maður minn vilji stundum bara fara, þú veist, gera upp hús, bara til þess að geta fara að brjóta veggi og eitthvað, af því hann búinn að vera að skipta kúkableiðum og svona. Og ég held að hann, þú veist, og kannski, og ég ætla ekki að tala fyrir hans hönd, en ég svona meina bara svona almennt þarf maður að hugsa það, hvort að karlmenn sem fara í orlof til að sinna barninu sínu, finnst einhvern veginn vegið af þeirra karlmennsku. Og það náttúrulega alveg grillað, sko, en mig grunar samt að það geta alveg mögulega verið. Já. Og þá þurfum við líka að líta okkur nær. En ég held að ungir, að því að tala hlutverk svona heima og svona, kannski ég einhvern veginn held að karlmenn séu meira að taka þátt í heimilislífinu heldur en var og ég held að fleiri karlmenn þær eru svona sjálfsagðara að þeir fari heim í til að sinna fjölskyldu og við erum líka að tala sveigjanleika og svona. Mér finnst þetta rosa mikið svona hvernig ætlum við að breyta kerfinu fyrir konurnar. Hvernig ætlum við að breyta kerfinu fyrir fjölskylduna? Þetta snýst ekki það að það þurfa að sveigja og beygja og breyta einhverju sem að kallar byggu til fyrir löngu síðan fyrir konurnar. Það er bara fyrir fjölskylduna. Alveg hvort sem það er kona eða móðir eða börnin, sko. Við langar bara aðeins að nefna þarna þegar við vorum að tala um þetta með að fara að biðja yfirmanni sinum að fá að fara í fæðingarorlofi þarna að því ég þekki eitt, sko, sem var með yfirmann sem hann vissi að væri svona dálítið skeptískur á þetta og hann hugsaði bara heilengi, ok, hvernig á ég að fara og, þú veist, segja honum þetta til þess að, þú veist, þetta, þar sem ég fá ekki bara tilbaka eitthvað, nei, heyrðu, þannig að, sko, þetta voru alveg bara svona samningaviðræður og, eða svona, þú veist, hann undirbjó sig vel undir þetta samtal og endaði síðan bara með því að fara og segja, sko, eiginlega bara tilkynna yfirmannum, heyrðu, ég er að fara í fæðingarorlof þennan mánuð, ok, bye. Ef ég maður enda, sko, ég þarf bara sem stjórnandi, sko, ég sé ekki munum á því hvort að karlinn eða konan að fara í fæðingarorlof og þeir eru uppi staðið að þá snúa jafnréttismál eins og mörg mál. Það snýr líka á nefnt áðan að Róbert haldi fullt af ástæðum en eitt með ekki gleyma vinnustöðu, það er starfsánægja, skiptir bara svo miklu máli og þegar að jafnræðis er gætt og
og ríkir góð starfsánægja, sama út af hverju það að það skila sér út á við, bæði innan við út á við. En ég verði hins vegar að skjóta inn í, sko, þegar Birna nefndi hérna með móðurlífið, að við Lína, sko, við vorum 4 stráka. Yngsti nú 24 síðan að hann fæddist og hann fæddist að nóttu, þannig að ég hringdi í vinnunum morgun og lét vita að ég kæmi seint að því að fæðast drengur og allt í góðu lagi. Svo hringt og spurt mig og það gefið svo skýringi að hann nú ekki komin í vinnuna vegna þess að hann var að vera faðir í nótt. Já, þeir sem vinna fyrir mig, þeir taka ekkert fæðingarorlof, var sagt hinum mig. Ég hugsa að maður fengi ekki svona símtal í dag. En við með einu spurningu hérna aftast í salnum. Ég heiti Bjarki, ég mannustjóri, en spurningi kemur kannski frá föður sem með 1 barn og 1 í framleiðslu. Þetta fæðingarorlof ekki það langt, finnst mér. Við erum að tala einhverja örfáa mánuði. Fjarveran eins og ég sé hana, hún kemur eftir að fæðingarorlof búið og engin umönnun tryggð. Og bara langaði svona rétt aðeins að kasta þessu til ráðherra. Og það kannski komið inn á líka þessi umræðu ánþetta þessi fyrir ljúka hjá okkur, þessi einmitt þetta samspil atvinnulífs og svona leikskóla, kannski Þórdís kannski aðeins kom inn á það að það vantar augljóslega eitthvað svona úrræði fyrir fólk með ungbörn. Svona hvernig samfélag viljum við hafa í rauninni til þess að geta búið börnunum vel í haginn og samt geta sótt fram á vinnumarkaði? Já, ég meina þetta er risastór spurning. Við erum augljóslega með þetta gat sem erfitt og virðist ganga mjög brösulega að finna fjármagn til þess að brúa þetta bil. Ég held að, ég vona að í framtíðinni verði bara sveigjanleiki almennt í vinnu þannig að það sé hægt að djögla þessum boltum einhvern veginn betur. Ég held að þetta 8-4, 9-5 dæmi muni ekki, sumar vinnur þurfa að vera þannig, ég meina þú ert augljóslega, vinnur á spítala, ert augljóslega á okkur vakt, sko, en ég held að það þurfi ekki alls staðar. Ég held að, ég meina, það væri best ef við væri með fleiri ungbarnaleikskóla til dæmis, þar sem það væri bara hægt að fara með börnin. Ég held líka samt að, sko, þegar, ég ætla rétt að vona að verða einhvern tímann, við erum búin að ná einhverju svona sem við myndum segja væri fullt jafnrétti, að þá líka, þú veist, af því það þarf líka að vera sjálfsagt ef það bara ákvörðun til dæmis hjóna að skipta í þannig að konan bara meira í vinnu og maðurinn meira að sinna fjölskyldu eða öfugt. Þú veist, það alveg, ég meina kannski það þannig að það þarf alltaf að vera einhver framkvæmdastjóri á heimilinu, ekkert endilega yfir heimilinu öll en allavega á einhverjum svona sviðum. Þú veist, við erum með eitthvað svona skipt hlutverk, þau eru ennþá þannig að þau eru svolítið svona staðal, ímyndin þannig að þau eru skipt eftir því, en þau þurfa samt að vera einhvern veginn skipt. En bara, mér langaði að bæta við áðan að því vorum að tala ábyrgðar svona á heimili og annað og að því það kom líka fram í bókinni. Það svo stórt mál að það að karlmenn muni taki aukinn þátt í þessu svona fjölskyldulífi, það mun líka gera það verkum að þegar að fólk þeirra skilja leiðir að þá sé það einmitt ekki þannig að faðir fá einhvern veginn að hafa einhver alveg afskipt af barninu ef mömmunu finnst það og annars bara ekki og annars þá mögulega í einhverju heilöngu dómsferli og eitthvað svona. Mér finnst einhvern veginn galin tilhugsun fyrir mig að maðurinn minn myndi hitta börnin okkar aðra hverja helgi. Ég bara sé það ekki gerast. Það þyrfti alltaf að vera einhvern veginn 50-50 og ég held nefnilega líka alveg svo við viljum að karlmenn séu með okkur í þessari jafnréttisbaráttu að þá verðum við aðeins að taka meiri þátt í því að þetta kerfi rosalega mömmulægt, sko. Alveg svo okkur finnst margt karllægt að þá það mjög mömmulegt og það bara, hvort það fyrir börn eða feður eða samfélagi heild að þetta bara einhver, þú getur ekki náð þessu öllu og verið með þetta bara onni í ruslinu, sko. Nákvæmlega að koma einni spurningu að áðan við ljúkum þessu. Það svolítið verðandi að við horfum á ólíkar atvinnugreinar, konur sækja stígur á sjó, konur fara stígur í fjárfestingabankastarfsemi og annað slíkt. Mér langar svolítið að fara línuna varðandi þetta svona líffræðilegi eins og Kári tala líka og Asperger og allt það. Þessi líffræðilegi munur, þetta sem skýrir áhugasvið kynjana? Hversu langt viljum ganga til að fá kynin í ólík störf? Það var að tala um að greiða körlum fyrir að fara í námi í umönnunarstörfi. Leikskólakennarann. Þetta eitthvað sem við viljum skoða? Þetta raunhæft að búa til svona hvata? Eða þurfum við bara að sætta okkur við að það séu bara kvennafög og karlafög? Birna, byrja þér kannski. Ég búin að hugsa þetta mikið og hugsa oft, sko, ég til dæmis í fagráði hjá konum í sjávarútvegi og ég ofta að hugsa, sko, við að
búa til baráttu fyrir konur sem þær hafa svo engan áhuga á. Ég stend mig alveg að því að hugsa það. En ég held að það sem við þurfum að gera í svo mörgum tilvikum að búa til aðstæður, búa til umgjörðina þannig að þetta verði karla- og kvennastörf. Og ég ætla að segja þetta varðandi fjárfestingabankastarfsemi á Íslandi, það sem eru aðalega karlmenn og í heiminum öllum eingöngu karlmenn nánast. Þetta er með ólíkindum hvað þetta karllegur heimur. Hvers vegna það svoleiðis? Þeir mæta 7 á morgnana og koma heim klukkan 11 á kvöldin af því þeir eru að fara í dinner hver einasta kvöldi. Það þarf bara að breyta þessu. Það þarf ekki að fara í dinner hver einasta kvöldi. Það þarf bara að breyta fyrirkomulaginu á geiranum. Og ég held að þetta sé sama í sjávarútvegi. Þú getur bara breyta þess geiranum ef þú vilt jafnrétti. Og það að þú þurfur að hafa verið á sjó til að stjórna fyrirtæki. Ég held að Eggert sem var forstjóri Granda hafði aldrei farið á sjó og hann gat samt stjórna því fyrirtæki. Þannig að ég held að við þurfum aðeins að hugsa þetta öðruvísi og ég held að mikilvægt sé að erum við tilbúin til að breyta umgjörðinni svo hún væri fjölskylduvænni eins og þú sagðir, ekki endilega kona og kvenna, þetta var fjölskylduvænni. En það akkurat þetta nefnilega, það mér finnst einhvern veginn að það sé, bæði konur gerir þær kröfur og mögulega bara samfélagi heilsin einhvern veginn, að konur þurfi til þess að geta tróðið sér inn á eitthvað svæði sem hefur verið kalla, að þær þurfi þá bara einhvern veginn að breytast nánast í kall. Og allar leikreglur, og nú líður mér eins og maður sé ykkur allar leikreglur sem hafa verið skipaðar af köllum og svo koma konur og kallar, við erum ólík. Og það bara hvað sem ég ekki jafnvel lesin og Kári Stefánsson hvað það var það og það átt að rekja það aftur í bara, ég veit ekki hversu margar aldar aftur. Ég meina kallmenn til dæmis í hversu margar aldar hafa kallmenn þurft að standa saman. Hvort sem það einhvers staðar út í stríði eða bara berjast við ykkur dýr, þegar við vorum bara í hellum og eitthvað. Þeir hafa alltaf þurft að standa saman. Konan hefur síðan verið heima og hugsa börnin. Og svo einhvern veginn þróast það þannig að það kemur kona inn á okkur svið og hún þarf að fara inn í svið sem var búið til að köllum, með reglum sem voru búin til að köllum, af því konurnar voru heima og þá eru þær oft stundum bara eina frávikið. Og þeirra identity gengur bara út á það að vera kona. Og alveg eins og mér fannst núna til dæmis þegar ég var ráðherra, það var bæði það að ég væri kona og svo ég væri ung kona. Og ég þurfti einhvern veginn bara, ég tók meðvita ákvörðun í fyrsta opnum viðtalið í Moggan, ég ætla ekki að tala mig að vera ung, ég ætla ekki að tala mig að vera kona, ég ætla ekki að tala mig að þetta lítið börn, af því ég ætla bara að koma fram að tala málaflokka. Þess vegna fór ég í pólitík, ég fór ekki í pólitík af því ég er ung kona, ætla ekki að fara að flagga því. Ég fór bara í pólitík bara alveg svo hann myndi fara í pólitík. Og ég held að... Samt mikilvæg fyrirmynd. Já, og þá aftur með þessa tókstreitu, að þá nefnilega, akkurat þetta, að þá vill maður heldur ekki sussa það einhvern veginn og segja bara þetta allt í góðu standi, maður þarf líka að vera inn í sisterhood, ég get ekki bara sagt þetta bara allt eins og þetta á að vera og bara hér er ég, maður þarf líka svolítið að taka upp hanskan, ég ger mér alveg grein fyrir því að ég er yngsti kvenráðherra og ég er ung og þetta ekki algengt, en það bara þegar það sem kemur inn þetta svona frávik sem eina konan, að þá einhvern veginn snýst það allt það og það þetta sem líka þarf einhvern veginn að breytast. Róbert, hvað segir þú þetta með mismunandi áhuga kynjana? Ég horfa á þetta kannski frá því sjónarhorni. Ég held að séu mjög fá störf sem að konur geta ekki sinnt eða karlar geta ekki sinnt. Það eru mjög fáir að hlaupa með hjólburur í dag og bera bagga á bakinu. Þannig að ég held að atvinnulífið sé þannig að hvað sem að kona eða karl geti sinnt í. Ég held að geirarnir hvað sem eru leikskólar annað eða sjávarútvegur. Ég byrjaði nú í lyfjageiranum, ég hafði aldrei tekið inn lyf á ævinni sjálfur og vissi ekkert það og þannig ég gef ekkert fyrir það. Þannig að mér finnst að fyrirtækin og kannski atvinnulíf og geirarnir eiga sjálf að leggja kannski enn meira á sig til að undirstrika að það séu allir velkomnir þarna inn. Og fyrir mig, þetta fyrirtæki mitt væri hvorki fugl né fiskur án kvenna. Það er bara þannig. Og fjölbreytileikinn sem kemur og ég enn og aftur horfi ekki á það að sendum konuna heim í barneignarfrí því að hún skapa minna. Þær eru greinilega að skapa meira í mínu fyrirtæki, þannig ég vildi helst senda kallana heim í barneignarfrí. Þannig að enn og aftur, þetta byrjar svolítið hjá okkur öllum og byrjar svolítið hjá okkur og svo fer þetta út í fyrirtækin og svo inn í atvinnulífi og við þurfum að hugsa þetta þannig. Og ég sé ekki þessa hindranir eða þessa genetísku
arfleið sem menn þurfa að hafa í huga þegar ráða starfsmenn. Brynja? Já, herru, ég ætla bara að taka undir með öllu því sem sagt hefur hérna verið og líka bara það sko, sjálf er ég bara gangandi dæmi það sem að þú veist, þetta er ekki rétt sko, ég er verkfræðingur, ég hef alltaf unnið á tæknifyrirtækjum, ég hef unnið í upplýsingatækni, stýri tæknifyrirtæki í dag, ég sit í stjórn lífeyrissjóðs og eins annars fyrirtækis, sko, ég ætlaði aldrei í verkfræði, mér bara datt það ekki í hug. Samt voru ég best í, sko, þú veist, mín sterkustu fög í menntaskóla voru stærðfræði og eðlisfræði og það allt. Ástæðan fyrir því ég fór síðan í verkfræði sem var, sko, reyndist opaslega skemmtilegt og gott val fyrir mig og rétt val, var svo að ég var að vinna með konu í ísbúð eða stelpu sem var að klára verkfræðina og fór að segja mig frá þessu. Þannig datt mér það í hug. Það voru bara engin kvenkyns verkfræðingar í kringum mig og ég sá enga kvenkyns verkfræðinga og ég bara fattaði þetta ekki. Og ég held að þetta sé bara mjög algengt og sama er líka á talandi kynjakvóta. Ég fer inn í stjórn þessa lífeyrissjóðs vegna þess að það var engin kona að bjóða sig fram í kvennasætið í þessum lífeyrissjóð. Það er leita til mín og ég held bara að ég sé bara standa mig alveg þrjusu vel og eigi fullt erindi og finnst þetta bara mjög skemmtilegt. Þannig að sko, mér hefði ekki dottið þetta samt í hug ef ekki hefði verið þessi kynjakvóti. Þannig að ég bara, eins og ég segi, ég bara gangandi dæmi þetta og bara blæsa á allt svona. Eyjólfur, einhver svona lokaorð hérna? Já, lokaorð. Fyrsta lagi að Róbert hitti alveg á það að þetta er fjölbreytileikinn. Hann er svo mikilvægur inn á öllum vinnustöðum og inn í fyrirtækjum og í samfélaginu í heild vegna þess að hann skilur okkur betri niðurstöðu. Og ég hef sjálfur upplifað það. Það er lykil að mörgu. Hitt hann að ef við ætlum að fara að skikka fólk hingað þangað, við höfum til dæmis inn í húsi atvinnulífs og samtöku iðnaðarins og þess og fleiri verið að reka verulegan svona, ég er bara áróður fyrir því að fá konur, að fá fólk inn í iðnnám og tækninám og konur ekki síst og það er að skila einhverjum árangri og það mun skila okkur niðurstöðu. Okkar menntastefna almennt talað Íslendinga, þá er ég ekki að tala atvinnulífsins, hefur verið svo að hver einstaklingur hefur frelsi til að leggja út sína götu hvað þetta varðar. Og það er veruleg breyting hér ef við færum í einhver aðra átt. Og ég er ekkert að segja að hún sé röng, við höfum ofta rætt það og hort á það til að mynda, við horfum ekki til Þýskalands til að mynda. Það er bara mjög snemma á ferli eða í skólum ákveðið fyrir einstaklingin hvert viðkomandi á að fara. Og kannski við bara fara einhverja slíka leið sem geti verið partur í það að ná þessum árangri hraðar og betur. Ég ætla nú bara að þakka ykkur kærlega fyrir að taka þátt. Ragnhildur Steinunn heldur komin hérna fram og byrja að árita bringur og svona fyrir þá sem vilja. En takk kærlega fyrir komuna á fundinn og bara verið sæl.